Hvernig reiknum við rúmmál þrístrendinga? Hvað er þrístrendinger? Þrístrendingur er form sem í þrívídd og grunnflöturinn, getum hugsað sem botnin, alveg sama hvernig það snýr, en einn endinn á þessu er þríhyrningur, eins og þið sjáu hér. Við teiknum þrístrendinga stundum svona, sjáðu, þá sýnum við þrívíddina svona og punktalínurnar á bakvið eru línurnar hérna á bakvið sem að við sjáum ekki ef þetta væri ekki gegnsætt. Það sem við þurfum alltaf að athuga er að þegar við reiknum rúmmál á einhverju, þá þarf ég alltaf að byrja á að finna grunnflötinn, sem í þessu tilfelli er þríhyrningur. Þegar ég vil alltaf vinna út frá þeirri stærð þar sem að formið stækkar með hæðinni alltaf eins. Ef ég fyrir að reikna þetta sem grunnflöt, hérna undir, þá stækkar þetta ekki eins, þetta minnkar. Það er vonlaust að reikna það. Þannig ég vil byrja með flöt og svo er þetta eins upp úr því að þá get ég bara tekið grunnflötinn sinnum hæðin. En hver er formúlan fyrir flatarmáli þríhyrnings? Jú, flatarmál þríhyrnings er grunnlína sinnum hæð deilt með 2. Og hér er grunnlínan 5 sinnum hæðin sem er 3 deilt með 2 og ég get reikna bara út úr þessu kemur 7,5. Svo ger ég flatarmál grunnflatarins 7,5 sinnum hæðin sem er 8 og ég fæ út 60. Þetta eru sentimetrar, þá er þetta cm í þriðja. Ég er búin að segja lengd sinnum breidd sinnum hæð. Hérna liggur strendingurinn svona, en það eru 4 tölur. Hér voru bara 3. Hvað ger ég þá? Jú, grunnflöturinn er hérna í endanum. Þá ætla ég ekkert að pæla í hæðinni strax, en nota ég, hvaða tölu nota ég? Ég nota greinilega 4. Það er grunnflöturinn, þessi grunnlínan í þríhyrningnum. Hæðin er lína sem er hornrétt á grunnlínuna sem ég er að nota. Og muniði, það geta verið 3 hæðir. En þetta snýr svona núna, þá er það þessi hæð. Og er það þessi lína eða þessi? Jú, það er þessi lína hér. Ég nota þess ekkert. Því að þetta er skálínan sem ég nota ekkert. Hún er ekki hluti af þeim tölum sem ég þarf til þess að reikna flatarmál þríhyrningsins eða rúmmál þrístrendingsins. Þannig að þetta er 4 sinnum 2, deilt með 2, það er 4, svo er þetta bara 4 sinnum 8, 32 rúmmetrar. Það skiptir í raun ekki máli hvort ég reikna út þetta fyrst og geri svo þetta. Ég má alveg gera 4 sinnum 2, deilt með 2 sinnum 8 og fá út 32. Skiptir engu máli hvora leiðina ég fer. Ég þarf bara að passa að setja réttar tölur inn á réttan stað.